Gott kvöld, bæði þið sem heima sitjið og þið sem eruð hér í salnum. Verið öll velkomin á vormót Hvítasunukirkjunnar Fíladelfíu. Við hófum vormótið í gærkveldi með frábæri samkomu og við væntum nærveru heilags anda hér í kvöld. Samkomurnar verða sendar út á filadelfia.is og svo lindinni. Þið sem heima sitjið og getið komið, látið sjá ykkur í kirkjunni. Þið sem getið ekki komið, njótið þess að vera með okkur alla helgina. Gestur mótsins Norðmaðurinn Egil Svartdal. Hann var forstöðumaður Fíladelfíu í Osló árabil, en starfar nú sem þáttagerðarmaður á venjulegri sjónvarpsstöð og þekktur fyrir kristilega þáttagerð. Egil Svartdal eftirsóttur prédikari og það tók okkur 2 ár að fá hann til að koma. Og nú hann kominn. Við reiknuðum með honum í gærkveldi en hann var teftur vegna verkfalls og Helgi Guðnason gaf okkur frábært orð hér í gærkveldi. Yfirskrift mótsins Heilagleiki Guðs og við skulum minnast þess þegar við förum að syngja hverjum við þjónum, hvern við tilbiðjum og nærveru hvers við þráum mitt á meðal okkar. Lofum Guð frá hjartanu í kvöld og nú tekur lofgjörðarhópurinn við. Sólin
Við erum komið saman til þess að lofa Drottinn. Orðið segir að hann býr í lofgjörð lífs síns. Svo við skulum taka þátt í kvöld af öllu hjarta og öllum huga og með líkama okkar líka. Við ætlum að syngja næst Við tilbiðjum þig Jesú. Það er ekki hægt að sitja undir þessu, þannig að endilega ef þið eru nógu hress, standið upp. Drottinn mikill og hann stór þrátt fyrir mannlegt klúður og klúðrar hann ekki. Og það alveg ekkert að spyrja hver ræður hér. Það að sjálfsögðu hann og ég ætla að bjóða honum verði að koma upp. Hann ætlar að lesa orðið og tala fyrir fórn. Gjörðu svo vel. Amen. Gott að sjá okkur systkini og verði velkomin hingað í kvöld. Gott að mega vera hér og lofa Drottinn, tigna hann og vexa hann. Yndislegt að vormótið er runnið upp. Byrjaði í gær eins og Dögg sagði og fengum frábært orð frá honum Helga. Hvað voru margir hérna í gær? Já, það verður kannski eðlilega að segja hverju voru ekki.
En mér langar að við klöppum fyrir honum Helga. Þetta var frábært orð og byrjun á góðu móti. Svo erum búin að fá hann Egil Svartdal. Og ég veit að hann bregst okkur ekki. Og það gaman að vera búin að fá hann. Þekki Egil frá mörgum árum. Í mörg ár hef ég þekkt hann og átt yndislegt samfélag með honum. Þannig að við erum ákaflega spennt að fá að heyra orðið í kvöld og á morgun. Svo fer hann aftur tilbaka strax upp á helginni. En með honum ritarinn hans, eða ekki með honum, hún kom og maðurinn hennar á sínum eigin vegum. Hann að halda upp á 50 ára afmælið sitt. Og hann situr hérna niðri, Gunnhildur, og veistu hvað stóð upp. Hann sért 50, litt 50 år, nei, snart. En það hann að halda upp á 50 afmælið hér á Íslandi. Svo við ætlum að eiga yndislega stundina saman. Við ætlum að lesa saman í 3. Mósebók, 20. kapitulanum þar og þá frá versi 7, þar sem segir helgist og verið heilagir, því að ég drottinn Guð yðar. Fyrir því skulu þér varðveita setningar mínar og halda þær. Ég drottinn, sá helgar yður. Amen. Og yfirskrift mótsins heilagleiki Guðs. Og án helgurar fær engin drottinn litið. Þannig að við þurfum að helgast, við þurfum að líkast Guði og hann heilagur. Það það sem yfirskrift mótsins, það sem Helgi talaði í gær, heilagleiki Guðs, og Egil hann heldur áfram að tala það. Amen, við skulum biðja saman. Það mörg bænarefni í körfun okkar og Guð þekkir hverja einustu persónu sem á bakvið þessa skrifuðu miða hér, og við skulum lyfta þeim upp til drottins. Mér langar að við rísum á fætur og við biðjum saman og leggjum þessa stund í drottins hendur. Ef að þið sem eruð að horfa eru með bænarefni eða að hlusta á sangomana, eru með bænarefni, þá getið þið bara rétt upp hendnar ykkar þar sem þið eruð. Og Guð veit, Guð sér þarfir ykkar. Amen. Faðir, ég þakka þér fyrir drottin að við mögum lyfta þessum einstaklingum sem hér eru skrifaðir. Drottin, lyfta þeim upp til þín, drottin. Þú þekkir hverja einustu persónu, þú veist þarfirnar, þú veist, drottin, hvað hver og einn að gangi í gegnum, drottin, og við biðjum þig að sem öllu ræður, sem allt megnar og almáttugur skapari heimins og jarðar. Við biðjum þig, drottin, að grípa þar inni, við biðjum þig að vitja og mæta og lagna og leysa. Þakka þér, drottin, að við megum biðja til þín, drottin minn, og þú almáttugur inn í hverja einustu kringumstæður. Þakka þér að þú heilagur, drottin. Og Jesús, og við megum bara lofa þitt heilaga nafn. Og við tignum þig, Jesús, og við biðjum þig, drottin minn, þú sem helgar okkur. Drottin, að við megum komast nær þér, við megum, drottin, eignast meira og dýpra líf í þér, drottin. Og að við megum eins og, já, drottin, segja skili við heiminn, segja skili við allt sem drefur okkur niður og órengar okkur, og helgast þér og líkast þér meir í daglega lífinu, í talsmátt okkar, í framkomu okkar, drottin, og í öllu okkar lífi og athöfnum Jesús. Við lofum þitt heilaga nafn. Nú biðjum að blessa Egil þegar hann talar hér í kvöld, Fanny sem túlkar hann, og við biðjum bara nærveru þína, Jesús, í þínu heilaga nafni. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Árum við setjumst þá að byggur að heilsa svona 2-3 sem hjá ykkur eða nálægt ykkur, og blessið frá ykkur. Þeir sem eruð heima, hjartalega velkomin að sangkomuna, gott að vita af ykkur, drottin styrk ykkur, mæti ykkur og blessi ykkur
í Jesú nafni. Amen. 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 Halleluja. Nú ætlum við að taka fórn til þetta mót, semst að mótið, það er auðvitað kostnaði við mótið, en fórnin í kvöld, hún rennur til mótsins og þann kostnað sem að lýst af því. Amen. Pósi hérna aftast fyrir ykkur sem að eru með kort. Frábært. Það er gott að vera í kirkju, það er gott að eiga fólk að þar sem við getum beðið fyrir hvoru öðru og með hvoru öðru, borið byrðar hvers annars. Það maður syngja núna sálm saman og meðan fórnin er tekin og byrjar einmitt gott er að vera í Guðs barnahjörð. Takk endilega undir. Til þess
það þetta nafn Jesús sem æðra öllum öðrum nöfnum. Og það sem hellubjargi okkar þegar lífið gengur ekki eins og við viljum að það gangi og líka þegar lífið gengur vel. Það hann hornsteinninn í öllu því sem við gerum. Hann þungamiðjan í trún okkar, í líf okkar og hann þetta hellubjarg sem við þurfum að byggja líf okkar á. Skulum syngja það núna, hellubjarg. Jesus at the center of it all.
Jesus. Jesus at the center of the church. Jesus at the center of the church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Jesus.
þín eilífað fær, konungur hjarta míns, drottinn þú ert mitt líf. Jesús ver mér allt hjá drottinn að eilífu, ganga við þér við hlið. Ég vil aldrei snúa aftur til míns gamla lífs, ég þarfnast þín. Meir en í gær, ég þarfnast þín, Jesús. Meir en orð fá lýst, ég þarfnast þín. Því mest af öllu þín ást til mín, þín ást til mín. Halleluja, Jesus. Náð þín nægir, náð þín nægir, fyrir blóði frelsi á ég. Allt var það náð, þú unnir mér. Allt var það náð, Guðs undra náð. Náð þín nægir, náð þín nægir, fyrir blóði frelsi á ég. Allt var það náð, þú unnir mér. Allt var það náð, Guðs undra náð. Þín guðdómlega gæska, mitt hellu bjargið hæsta, í skjóli æ hvíla má. Í gegnum þrautir allar, loks þegar degi hallar, bjargföstu vonina á. Nei, aldrei eilífinu bregðast, orðust ég björtu fyrir heim. Náð þín nægir, náð þín nægir, fyrir blóði frelsi á ég. Allt var það náð, þú unnir mér. Allt var það náð, Guðs undra náð. Ef bestu ráðin þrjóta, mig raunir niður brjóta, mig hjarta þitt uni mér. Sem eilíf himinhvolfi, hjálpráð þitt minn drottinn, lífskraftinn frá þér ég dreg. Nei, aldrei eilífinu bregðast, orðust ég björtu fyrir heim. Náð þín nægir, náð þín nægir, fyrir blóði frelsi á ég. Allt var það náð, þú unnir mér. Allt var það náð, Guðs undra náð. Halleluja, lámsins þitt vera lind. Landsins við breiða
drottinn, halleluja Jesus, Halleluja, halleluja. Amen. Fadir, ég lofa þér drottin. Takk fyrir náð þín er ný á hverju morgni. Takk fyrir drottin að þetta er aðeins fyrir þína náð sem fáum að vera hér í kvöld drottin. Takk fyrir blessar Egil þegar hann talar orðið. Bjöðum bara smörningu þinn yfir drottin og gefðu drottin líka að hjörtu okkar séu móttækjaleg fyrir því sem að þú vilt tala til okkar í kvöld. Í Jesú nafni. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Egil. Vær så god. Gott að hafa þér. Endelig. Eftir 2 år. Bertval. Amen. Godt å se deg. Hjertelig takk, Vörður og Helgi, for at jeg fikk komme. Skal vi se. Det er mulig at dere i Philadelphia her er vant til dette teamet, lovsangsteamet. Það getur vel verið að því í Philadelphia séu vön þessum laggerðarhópi. Men for oss som kommer fra Norge og fra Oslo er det jo bare himmelsk. En fyrir okkur sem komum frá Noregi og Oslo þá er þetta bara himnest. At det er mulig. Að þetta sé mögulegt. Tusen takk skal dere ha. Takk fyrir. Nydelig. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Det er Fanny som prøver å gjøre meg forståelig. Og Fanny ætlar að reyna að gera hann skiljanlegan hérna í kvöld. Så om dere ikke forstår hva jeg sier, Þannig að ef þið skiljið ekki hvað hann segir, hennes skyld. þá vona ég að ég skilji það.
Takk skal du ha. Helgi og Vørdur, takk for at jeg fikk komme. Helgi og Vörður, takk fyrir að bjóða mér. Island er jo kjent for sine varme kilder. Og Ísland þekkt fyrir heitar uppsprettur. Den varmeste kilden jeg har kjent på Island er Vørdur. Heitasta uppsprettan á Íslandi sem ég þekki Vörður. Han berører meg alltid veldig dypt, Han og snertir har alltaf betydd djupt ved veldig mér. mye for meg. Og hann hefur haft mikla þýðingu fyrir mig. Gud velsigne deg, Guð blessi þig og dere. og ykkur. Takk skal dere ha. Helgi sa at tema for disse møtene skulle være Guds hellighet. Helgi sagði að þemað á þessum samkomum ætti að vera heilagleiki Guðs. Han talte i går fra Jesaja 6 Hann talaði í gær út frá Jesaja 7. kapla om at Gud er hellig, að Guð heilagur og hvordan det er å møte en hellig Gud. og hvernig það að mæta heilugum Guði. Og jeg tenkte å fortsette med det store spørsmålet. Og ég hef hugsað mér að halda áfram og tala þessa stóru spurningu. Hvorfor i all verden er jeg her? Hvers vegna í ósköpunum ég hér? Det er jo det store spørsmålet som alle stiller. Þetta þessi stóra spurning sem allir spyrja sig að. Hvor kommer jeg fra? Hvaðan kem ég? Hvorfor lever jeg? Hvers vegna lifi ég? Hvor går jeg når jeg dør? Hvert stefni ég og hvert fer ég þegar í dag? Alle mennesker spør om det. Allir menn spyrja þessara Og spurningar. desto større spørsmål vi har, Og því stærri spurningar sem við erum með, desto mindre føler vi oss. þess minni finnst okkur við Det vera. er meg og min fru som stiller de store spørsmålene. Ég og eiginkona mín við spyrjum stóra spurninga. Ok, þetta sem sagt þau hjónin eftir 30 ár. Det her er Rick Warren, Og þetta Rick Warren, pastor i Orange County i Saddleback Church i Los Angeles. forstöðumaður í Saddleback-kirkjunni í Los Angeles. Kanskje den pastoren som for tiden har størst påvirkning over flest mennesker i hele verden. Kanski sá forstöðumaður í heiminum í dag sem hefur svona mest áhrif á fólk. Var med ved innsettelsen av Barack Obama og ba for han. Hann var með þegar Barack Obama tók embætti og bað fyrir honum. Har skrevet den boken som er en av 100 bøker som har hatt størst innflytelse på kristne mennesker i de siste 100 årene. Hann hefur skrifað eina af þeim 100 bókum sem hafa haft mest áhrif á kristna geran síðustu 100 árin. I 2007 hadde den solgt i 30 millioner, Og hún hefði selst í 30 milljónum eintaka árið 2007 og da var den oversatt til 50 språk. og þá var búið að þýða hana yfir á 50 tungumál. Hva som har skjedd etterpå vet jeg ikke. Ég veit ekki hvað hefur gerst síðan. Men det er altså en bok som har hatt sterk innflytelse på mange mennesker. Þannig að þessi bók hefur haft mikil áhrif á marga. Og alle vil jo høre om hvorfor er jeg her? Og allir vilja vita af hverju ég hér. Og det første kapitlet i denne boka Og fyrsti kapli þessara bókar heter Det handler ikke om deg. heitir Þetta snýst ekki þig. Og det er jo veldig sjokkerende at hvorfor jeg er her ikke handler om meg. Og þetta dálítið áfall að fá að vita að ástæðan fyrir því að ég hér, það snýst ekkert mig. Alt begynner med Gud. Heldur hefst þetta allt hjá Guði. Og Rick Warren sier, Og Rick Warren segir, hensikten med livet ditt er mye større enn din egen personlige tilfredsstillelse. tilgangurinn með lífið þínu miklu stærri heldur en að mæta þínum eigin þörfum, At du har fred i sinnet. að fá frið í hjarta Ja, til og med at du er lykkelig. og jafnvel það að þú sért hamingjusamur. Det dreier seg om mye mer enn familien din, Þetta snýst miklu meira heldur en fjölskyldu þína, karrieren din eller drømmene dine. þinn starfsframa eða drauma. Hvis du vil vite hvorfor du er plassert på denne planeten, Ef þú vilt vita af hverju þú ert komin til þessarar jarðar, må du begynne med Gud. verður þú að byrja að líta til Guðs. Og han har skrevet hvorfor han har gjort denne boken. Han ønsker å påvirke kirken i Amerika. Og Rick Warren hann sagði að ástæðan fyrir því hann skrifaði þessa bók væri svo að hann vildi hafa áhrif á kirkjuna í Bandaríkjunum Fra selvopptatthet til selvoppofrelse. og ná kirkjunni frá því að vera upptekin að sjálfri sér til þess að vera tilbúin til þess að fórna sér. Fra forbrukere til bidragsytere. Frá því að vera neytendur í það að vera einhver sem leggur af mörkum, Fra å være publikum til å bli en hær. frá því að vera áheyrendur yfir í að vera her, Fra å være tilskuere til å bli deltagere. og frá því að vera áhorvendur yfir í að vera þáttakendur. Fanny gjør det bra. Fantastisk hund. Hører jo hva jeg sier på norsk. Det er veldig bra gjort. Takk skal du ha. Store spørsmålet er ikke bare hva, men hvem dreier livet seg om?
Þannig að spurningin þessi ekki bara hvað snýst lífið heldur hvern snýst lífið Og jeg meldte meg på et keramikkurs på Yes. skolen. Ég skráði mig á svona keramiknámskeið þegar ég var í skóla. Og jeg hørte hva læreren sa, og så hva han gjorde. Og ég heyrði hvað kennarinn sagði og ég sá hvað hann gerði. Er det mange som har gått på keramikkurs? Hafa margir farið á svona keramiknámskeið? Ikke. Dere vet hva det er? Þið viti hvað þetta er. Ja. Læreren satte seg ved en sånn dreieskive, Og kennarinn satt við svona snúningsskífu forklarte hva han skulle gjøre, og útskýrði hvað hann ætlaði að gera. og jeg så for meg hva jeg skulle lage. Og ég sá fyrir mér hvað ég ætlaði að búa til. Jeg skulle lage noe pent til mor. Ég ætlaði að búa til eitthvað fallegt þarna mömmu. Men jeg synes lærere bruker alt for lang tid. En mér fannst kennarinn nota allt og langan tíma. Så jeg tenkte, er du ikke snart ferdig, så jeg kan begynne? Og ég hugsaði, ert ekki bráðum búinn svo ég geti byrjað. Så når læreren gikk, Þannig að þegar kennarinn fór, tok jeg plass. þá settist ég Så la jeg en leireklump og ned på setti skiva, leirklump á skífuna og så ga jeg gass, og síðan bara gaf ég í. og så begynte det å riste, Og þetta byrjaði að hristast og så, og svo þeyttist þetta bara burtu så gikk den i gulv. og datt á gólfið. Heldigvis var læreren et annet sted. Og sem betur fyrir var kennarinn einhver Så annar jeg stað. tok opp denne klumpen Þannig að og ég la tók den ned på upp igjen, leirklumpin og sett hann aftur á. og tenkte, jeg ga for lite gass. Og ég hugsaði, ég bara gaf of lítið Jeg í. gir full gass. Nú bara stíði þetta í botn. Og Og nå, þetta og nå teittist sto í den i burtu. veggen. Og hann hafnaði í veggnum. Og da kom læreren, Og þá kom kennarinn. mens jeg tok leireklumpen fra veggen. Á meðan ég var að skafa leirklumpin niður á veggnum. Og han sa at sånn keramikkunst på veggen er også pent. Og hann sagði, keramiklist upp á veggnum mjög Men falleg. det var kanskje ikke det du hadde tenkt. En það var kannski ekki það sem þú ætlaðir þér. Du hørte ikke etter hva jeg sa. Þú varst ekki að hlusta á það sem ég sagði. Nei, det stemmer. Jeg var Nei. så opptatt av hva jeg skulle lage. Það rétt, ég var svo upptökin að því hvað ég ætlaði Jeg að búa skulle gi til. noe fint til mor. Ég ætlaði að búa til eitthvað fallegt handa mömmu. Da sa han, Og þá sagði hann, det er to krefter som virker på en sånn leireklump. það eru tveir kraftar sem að hafa áhrif á svona leirklump. Den ene kraften er sentrifugalkraften. Annars vegar það miðflóttaaflið. Den tror jeg du allerede har kjent. Og þetta hefur þú séð að verki. Den andre kraften Og hinn krafturinn er sentripetalkraften. Den hadde ingen hørt om. Sentrifugalkraften virker utover. Þessi kraftur virkar út á við. Sentripetalkraften virker innover. Miðsóknarkraftur og Med miðflóttaaflið. såknakrafter. Takk skal du ha. Det betyr, Það þýðir det kommer an på hva klumpen dreier seg om, hva som er sentrum. og það fer eftir því hvað þessi leirklumpur snýst, hvað verður miðpunturinn. Du har også tenkt hva du vil bruke ditt liv til, Og þú hefur eflust líka hugsað hvað þú ætlar að nota líf þitt í, hva du vil gi til Gud. hvað þú ætlar að gefa Guði. Og så kjenner du kreftene tar tak. Og þú finnur þessa krafta toga í. Krefter som av og til får deg til å gå i gulvet. Og stundum fær þetta Av og til aflið til går að du í- detta í gólfið Av og til går du i veggen. eða út í veggin. Men den kraften som virker innover, En sá kraftur sem virkar inn á við er spørsmål hvem og hva dreier livet ditt og mitt seg om. Þetta sem sagt hvað snýst líf þitt og líf mitt. Bibelen sier, Biblían segir, fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet. Amen. frá honum, fyrir hann og til hans eru allir hlutir, honum sé dýrð aldir alda. Amen. Kan vi lese det sammen? Nå, Eigum við að lesa þetta saman? i Jesu navn. Frá honum, fyrir hann og til hans eru allir hlutir, honum sé dýrð aldir alda. Amen. Et vers som sier hvorfor du og jeg er her. Þetta vers sem segir okkur hvers vegna þú og ég erum hér. Ikke bare hvor vi kommer fra, men hvem vi kommer fra. Ekki bara hvaðan við komum, heldur frá hverjum við komum. Og det sier noe om hvorfor jeg lever, og hvem som har gitt meg livet. Förlåt, en gång til. Det sier noe om hvem som gir oss livet, Þetta segir eitthvað það hver það sem gefur okkur lífið
Og det sier noe om hvem livet går til. og hvert lífið svo fer að lokum. Det en av grunnene til at jeg ikke tror på reinkarnasjon. Og þetta eina af ástæðunum fyrir því að ég trú ekki á endurholdgun. For reinkarnasjon egentlig bare en avansert form for resirkulasjon. Vegna þess að endurholdgun í rauninni bara svona önnur útfærsla á svona hringrás. Det som om Gud har skapt noe som bare går i sirkel. Eins og Guð hafi skapað eitthvað sem gengur bara stöðut í hring. Som dreier seg om seg selv i en syklus. Snýst sig sjálft. Men jeg tror altså ikke at livet sirkulært. En ég trúi ekki að lífið sé hringur. Jeg tror det lineært. Heldur línulaga eða línulegt. Ja, det betyr at det har en begynnelse. Það hefur upphaf. Og det beveger seg i en retning. Og það hreyfist í ákveðna átt. Og vi skal ikke resirkuleres. Og við þurfum ekki að fara hring Men vi eftir skal hring. oppstå. Heldur rísa upp. Til en ny begynnelse. Til nýs upphafs. Så vi tror altså at vi kommer fra Gud. Þannig að við trúum því að við komum frá At vi Guði. lever ved Gud. Og við lifum fyrir Guð. Og at vi skal til Gud. Og við förum til Guðs. Halleluja. Halleluja. Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach. skrev på mange av sine komposisjoner Á mörg af verkum sínum skrifaði hann S.D.G. S.G.D. Soli Deo Gloria. Solo Deo Gloria. All ære til Gud alene. Allur eða öll dýr sé Guði til Guðs eða dýr sé Guði einum. Det sies at Bach ikke var så opptatt av hva samtid eller ettertid hadde å si om hans musikk. Sagt að Bach hafi ekki verið mjög upptekinn af því hvað samtíð hans eða þeir sem kæmu á eftir honum hefðu hans tónlist að segja. Men at han var veldig opptatt av hva Gud syns Heldur om hann hans hafi verið mjög musikk. upptekinn af því hvað Guði fyndist tónlistina hans. For han sa, jeg vet hvem jeg har fått det av. Vegna þess að hann sagði, ég veit hvaðan ég hef fengið Jeg tónlistina. vet hvem jeg skaper det ved. Og ég veit fyrir hvern ég skapa Og jeg tónlistina. vet hvem jeg vil gi det til. Og ég veit hverjum ég vil gefa tónlistina. Og da sier han alt av nåde Og því segir hann allt fyrir náð, til Guds ære. Guði til dýrðar. Ja, men jeg ikke komponist, sier du. En ég ekki tónskáld, segir þú eftir vill. Du sikker? Ertu viss? Man kan jo komponere uten å lage musikk. Maður getur ju búið til eitthvað án þess að vera að semja tónlist. Man kan for eksempel komponere et liv. Maður getur til dæmis skapað líf. Man kan velge å skrive inn i sitt liv SDG, Soli Deo Gloria. Maður getur valið að skrifa inn í líf sitt aðeins Guði til dýrðar. Man kan si det mindre viktig hva andre sier om meg. Og maður getur líka sagt að það skiptir minna máli hvað aðrir segja mig. Det mindre viktig hva folk vil si om meg når jeg død. Og það skiptir minna máli hvað fólk mun segja mig þegar ég dey. Men det viktigste hva Gud sier om meg. Það mikilvægast hvað Guð segir mig. For jeg vet hvem jeg kommer fra. Ég veit hvaðan ég kem. Jeg vet hvem jeg lever ved. Og fyrir hvern ég lifi. Og jeg vet hvem jeg lever til. Og hvert ég fer. Amen. Soli Deo Gloria. Amen. Hva drivkraften i livet? Hvað knýr þig áfram í lífinu? Vi vet jo at alt som beveger seg Við vitum að allt sem hreyfist drives av en kraft. knúið áfram af einhverju afli. Og du beveger deg. Og þú hreyfist. Du var 1 år yngre i fjor, Í fyrra varstu ári yngri og du blir 1 år eldre neste år. og næsta ári verður ári eldri. Livet en bevegelse, Lífið hreyfing og det betyr at det finnes drivkrefter som driver oss. og það þýðir að það eru einhverju kraftar, eitthvað afl sem knýr okkur áfram. Og det disse drivkreftene som gjør at vi går dit og ikke dit. Og þessi drifkraftur gerir það verkum að við förum hingað en ekki þangað. At vi gjør det, men ikke det. Gerum þetta en ekki hitt. At vi sier nei i stedet for ja. Að við segjum nei í staðin fyrir að segja já. Bak dette ligger det drivkrefter. Það drifkraftur þarna á bakvið. Som betyr at jeg skal ta du vet Johannes i åpenbaringen Í åpenbörunarbókinni fikk se inn i himmelen, fekk Jóhannes að líta inn í heiminin og så ser han at himmelen full av engler, og hann segir að heiminin sé fullur af englum og så tenker han det var veldig mange. og hann hugsar það eru mjög margir englar þarna. I norsk bibel står det at det var tusener ganger tusener.
þúsundir þúsunda, segir í norsku biblíunni. Hvor mange det, Vörður? Hvað það margir englar, Vörður? Og så Johannes redd for at han har tatt for lite i. Så han sier myriader på myriader og tusener på tusener. Altså, det utellelig. Det enormt. Það óteljandi fjöldi engla. Og da tenker du og jeg, det kaos. Og þá hugsum við, þetta hlýtur að vera algjör kaos eða óreiða eða. Hjemme hos oss det bare 5. Já, heima hjá okkur eru bara 5 englar. Og det går i alle retninger. Og þeir fara út allt. På jobben hos deg det 7. Og í vinnunni hjá þér eru 7. Egentlig behøver vi bare å være 1 for at det går i ulike retninger. Það þarf í rauninni bara að vera einn aðili til þess að þetta fari í ólíkar áttir. Hvordan kan det være harmoni, shalom i himmelen? Hvernig getur verið regla eða shalom á himninum? Fordi alle enige om hvem det dreier seg om. Vegna þess að það eru allir sammála For i himmelen står det þetta en snýst trone, eða hvern þetta snýst og på denne tronen sitter lammet. Vegna þess að á hásætinu situr Og lampið alle englene synger at det handler om han og som allir englarnir sitter på syngja tronen. að þetta snúist hann sem í hásætinu situr. Bibelen sier ikke mye om djevelen Og Biblían segir ekki mikið og djöfunin, djevelens opphav. upphaf hans. Men vi kan forstå djevelens opphav som at han var en engel, En það má skilja upphaf Satans þannig að hann hafi verið engill som ikke lenger ville at det skulle dreie seg om Gud, sem ekki vildi lengur að þetta snerist men Guð, at det skulle dreie seg om han. heldur að þetta snúast hann. Og da ble han utstøtt av himmelen, Og honum var varpað út af og himni. kommer krypende i Edens have som en orm. Og svo kom hann skríðandi inn í garðin í Eden í orms líki Og så frister han Adam og Eva, og freistar Adams og Evu, ikke med eplefarge og eplesmak, ekki með litfögru epli og bragðgóðu epli, men den største fristelsen som alle mennesker faller for. heldur stærstu freistingu sem allir menn falla fyrir. Hvis dere spiser av det tre, Ef þú etur af þessu tré, skal dere bli som Gud. verður þú eins og Guð. Gud i eget univers. Guð í þínum eigin alheimi, At alt dreier seg om meg. þar sem allt snýst mig. Det alle synders opphav. Það upphaf allrar syndar. Det at jeg født egoist. Að ég fættur egoisti. Jeg født navlebeskuende. Ég fættur þannig að ég að líta inn á við og horfa á sjálfan mig. Når jeg ble født, så sørget jeg for å terrorisere hele familien. Þegar að ég fættist og þá byrjaði allt að snúast mig. Ég fór að terrorisera alla fjölskylduna Og alt dreide seg om meg. og allt snerist mig. Og det vakkert når du et spedbarn. Og það voða krútlegt þegar þú ert unga barn, Men det ikke sjarmerende når du 40 år. en ekki eins heitlandi þegar þú ert orðinn fertugur. Men jeg møter jo folk både på 40 og 60 En ég hitti fólk bæði fertugt og sextugt som tror at de guder i eget univers. sem heldur að þau séu Og guðir at í eigin heimi og alle dreier seg om deg. og allt og allir snúi sér í kringum þá. Og bare det som verre enn sekulære egoister. Og það sem verra heldur en svona, já, ótrúa fólk eða heiðingar sem eru egoistar, Det religiøse egoister. það eru trúræknir For de egoistar. religiøse egoistene ikke fornøyd bare med at mennesker kretser seg om dem. Vegna þess að trúuðu egoistarnir ekki ánæðir með það að bara fólk snúi sér í kringum þá, Men de vil ha Gud med på dansen. heldur verður Guð að dansa með líka. Derfor det vanskeligere for Gud å frelse oss fra oss selv Þess vegna það erfiðara fyrir Guð að frelsa okkur frá okkur sjálfum, enn å frelse oss fra rus, heldur en að frelsa okkur frá brennivíni frelse oss fra horeri, eða frá hórdómi frelse oss fra tyveri. eða frá þjófnaði. Det store prosjektet å få frelst et menneske fra seg selv. Stóra verkefnið að frelsa manneskuna frá Det sjálfri at sér. livet ikke dreier seg om deg og meg, At hvor vi livet- Gud i eget univers. Að lífi snúist ekki þig og mig, að við séum ekki guðir í eigin alheimi. Men vi har forstått at det av Gud, Heldur að við skiljum að við Det erum frá ved Guði, Gud. fyrir Guð
Og det er til Gud. og til Guðs. Og det er jo derfor gudstjenestene handler så mye om lovsang. Og þess vegna snúast Guðþjónusturnar svo mikið For så lovgjör. mye av hverdagen handler jo om oss. Vegna svo mikið af hversdagslífinu Derfor snýst trenger vi å okkur. komme på gudstjeneste og stemmes inn at det dreier seg om å tilbe Gud. Við verðum þess vegna að koma í kirkju og Om stilla að okkur inn á ære það Guð. að þetta snúist Guð, að heiðra Guð Om å leve for Gud. og lifa fyrir Guð. Her står det, vi leser sammen nå. Sjá, Sjá, sekur ég fættur, syndugur móðir mín ól mig. vi er født egoister. Við erum fætt egoistar. Og det store frelsesprosjektet, Og det er å stóra frelse oss fra oss selv. og frelsunarverkið mikla það er að frelsa okkur frá okkur sjálfum. Jeg sa det er ulike drivkrefter. Ég saði ykkur að það eru mismunandi drivkraftar í lífi fólks. Noen drives av å sitte fast i fortiden. Margir eru knúnir áfram af sektarkennd og biturleika. Noen sitter fast i det som ligger rundt oss. Aðrir hafa áhyggjur af því sem í umhverfis það og þeir eru óttasleiknir. Og andre drives av det som ligger foran. Og svo eru aðrir sem hafa áhyggjur af því sem framundan Og du og jeg kjenner av og til at disse drivkreftene tar tak. Og við finnum oft Styrer livet vårt. hvernig þessi drivkraftar Handlingene toga våre. í okkur og stjórna okkur. Og Holdningene våre. stjórna því sem við gerum og hvað okkur finnst. Og valgene våre. Og þeim ákvörðunum sem við tökum. Dette er Rune Solheim. Þetta er Rune Solheim. Han var i alle år trommeslager i Norges mest populære rockeband, Kaizers Orkestra. Hann var trommuleikari í vinsælustu rockljómsveit í Noregi. Hvað heter den? Kaizers Orkestra. Veldig kjent. Já, mjög þekkt rockljómsveit í Noregi. Ikke på Island. Ekki á Íslandi greinilega. Verdenskjent på Island. Nei, men de er veldig, de har vært overalt. Rune Og Rune, har hatt alltid en kristen tro. hann hefur átt kristna trú. Men Alt sitt i liv. dette rockelivet så sleit han med sine kristne verdier. En í þessu lífi innan í rockheiminum að þá fór hann í málamiðlunni með sín gildi, kristnu gildi. Kom inn i en dyp krise Og hann lenti í miklum erfileikum. og var forberedt på at han ville slutte hvis Gud sa det. Og hann var tilbúin til þess að hætta að spila ef Guð segði honum að gera það. Så kom han på et kristent møte, Og hann kom á samkomu så får han en hilsen fra Gud. og hann fekk kveðju frá Guði. Personlig, Persónulega direkte. beina kveðju. Og denne hilsenen gikk på dette rockebandet. Og þessi kveðja, hún snerist þessa rockljómsveit. Og han tenkte med en gang, oi, Gud vil at jeg skal slutte. Og hann hugsaði leið, já, Guð vill að ég hætti. Men da sier Gud, jeg liker dette bandet, En Guð sagði, ég ánægður með þessa hljómsveit. men jeg vil at du skal tjene meg i dette bandet. En ég vil að þú þjónir mér í þessari hljómsveit. Og da vil jeg velsigne deg, Og þá mun ég blessa þig. og så vil jeg velsigne dette bandet. Og svo mun ég blessa þessa hljómsveit. De andre i Kaizers Orkestra Og hinir í Kaizers Orkestra sier i dag at Rune reddet orkesterets sjel. og þeir segja í dag að Rune hafi bjargað sál hljómsveitarinnar. Han tok det administrative, økonomiske lederansvaret for orkestret, Hann tók forustu í stjórn og fjármálum hljómsveitarinnar og det gikk fra kaos til orden. og það fór frá því að vera algjör óreiða yfir í að vera í reglu. Og Rune sier, jeg gjorde det samme, Og Rune sagði, ég gerði það sama. men nå gjorde jeg det for Gud. Það sama á áður, en núna gerði ég það fyrir Guð. Jeg lager en serieprogram om kjente mennesker i Norge, Ég serie-tv-program, er að gera sjónvarpsþætti þekkt fólk í Noregi som forteller sin troshistorie. sem segir frá sinni trúarsögu. Rune i Kaizers var en av de. Og Rune var einn af þeim. Andreas Håtveit er en av de andre. Det hadde vi nå rett etter påske. Og Andreas Håtveit. Ja. Han har 8 X Games-medaljer i Twin Tip, slopestyle. I hva? I Twin Tip, slopestyle. Det er ski. Já, Fram og hann tilbake. sem sagt búinn að fá 8 gullmedaljer. Takk skal du ha. Já, hann búinn að fá 8 sinnum gullverðlaun í svona, hvað var þetta? Han har Skíða í þrótt. Takk skal du ha. Han har også en kristen bakgrunn. Og hann með kristin bakgrunn.
Men han hadde ikke møtt Jesus. En hann hafði ekki mætt Jésu persónulega. Det gjorde han for 3 år siden. Og fyrir 3 árum síðan þá gerði hann það. Og da fikk alt en ny og større mening. Og þá fekk allt nýja og dýpri merkingu. Han var i OL i Sochi. Hann var í Ólympíuleikunum í Sochi. Sochi, já. Ja, Sochi, ja. vinterolympi. Já, vetrarólympíuleikunum. Og de store avisene spurte, tror du på seier? Tror du på Og gull? blaðamenn spurði hann, trúir þú á sigur, trúir þú vinnir? Og da sier han, jeg tror ikke på gull, men jeg tror på Gud. Hann sagði, ég trú ekki á gull, ég trú á Guð. Og han sier, den store forskjellen er ikke hva jeg gjør, Og hann sagði, það sem skiptir máli er ekki hvað ég geri, men den store forskjellen er hvem jeg gjør det for. heldur fyrir hvern ég geri það. Før handlet alt om meg. Áður snýrist þetta allt mig, Nå handler alt om Gud. en núna snýst þetta allt Guð. Det kommer av ham. Þetta kemur frá Jeg honum, lever ved ham, ég lifi fyrir og hann jeg lever til og ham. til hans. Ham være ære i Honum evighet. sé dýrðin Amen. eilífð. Amen. Jeg blir av og til spurt om hva jeg tror er hensikten med livet, meningen. Stundum ég spurður að því hver sé tilgangur lífsins. Og jeg synes jeg har kommet med mange gode svar. Og mér finnst ég hafa fundið mörg góð svör við þessu. Det beste svaret hørte jeg allikevel av en filosof på et norsk TV-program. En besta svarið heyrði ég hjá norskum heimspekingi sem kom í sjónvarpsþátt í Noregi. Og denne filosofen sa at meningen med livet er kjærlighet. Og þessi heimspekingur sagði að tilgangur lífsins væri kærleikur. For bare der det er kjærlighet, er det meningsfylt liv. Vegna þess að eingöngu þar sem kærleikurinn ríkir hefur lífið merkingu eða tilgang. Bare der det er kjærlighet, er det meningsfylt liv. Bara þar sem kærleikurinn ríkir hefur lífið tilgang. Den kjærligheten er større enn kjærligheten bare mellom kjærester og ektefeller. Og þessi kærleikur er stærri heldur en eingöngu ástin milli maka eða elskenda eða Men den kjærligheten finnes bare i relasjoner. heldur er þessi finnst den kærleiken bara I relasjoner. já, í samskiptum. Ja, derfor når denne skriftlærde spør Jesus om hva som er det første og det største budet, Þannig að þegar að Jesús spurður að því að fræðimönnunum hvað væri fyrsta og stærsta boðorðið, da sier Jesus at du skal elske. þá sagði Jesús, þú skalt elska. For meningen med livet er kjærlighet. Vegna þess að kærleikurinn er Og tilgangur bare der lífsins. det er kjærlighet, er det meningsfylt liv. Og aðeins þar sem kærleikurinn ríkir hefur lífið tilgang. Og hva kjennetegner Og kjærligheten? hvert er tákn kærleikans? Eða hvað einkennir kærleikan? Den søker ikke sitt eget. Hann leitar ekki síns eigin. Så det som kan sprenge og frelse oss fra oss selv, Þannig að það sem getur leist okkur frá okkur sjálfum er å elske. er að elska. Det er å elske Gud, Þegar þú elskar Guð og det er å elske mennesker. og það er að elska menn. Hvor vi drives Þegar við erum knúin áfram av kjærlighet. af kjærleika. Det er hensikten, Það og det er tilgangurinn. meningen med selve livet. Tilgangurinn með lífinu. Går det bra med dere? Gengur þetta vel? Forstår dere hva vi sier? Skiljið þið það sem við erum að segja? Jeg prøver å se på ansiktene deres, Ég hva er að som reyna að skjer lesa der í inne. andlit ykkar, hvort þið skiljið. Men det ser ut som om alle spiller poker på fritiden. Það er eins og allir séu að spila póker í frítíma sínum. Men det går bra. En gengur þetta bara vel? Takk skal dere ha. Hva skjer når vi oppdager meningen, hensikten med livet? Hvað gerist þegar við uppgötum tilgang lífsins? Jo, da opplever vi at livet og livskvaliteten forbedres. Lífsgæðin aukast. For da er det en mening med å stå opp på morgenen. Þá höfum við tilgang, eða það hefur einhverja merkingu Det er en að me- vakna á mótnana. Da er det en hensikt med å leve gjennom dagen. Að það hefur tilgang að ganga í gegnum daginn. Livet mitt er ingen tilfeldighet. Líf mitt er ekki bara tilviljun. Det står en skaper bak. Heldur er skapari á baku En þetta. skaper som elsker meg, Skapari sem og som elskar jeg mig kan elske og sem ég tilbake. get elskað tilbaka. Og han har sagt at jeg tenker på deg, jeg har planer for deg. Og hann Jeg, segist hugsa okkur og hafa áætlanir fyrir okkur. og det gjør at avgjørelsene våre, de forenkles. Og þetta gerur okkur auðveldar að taka ákvarðanir. Du vet, det finnes mange veier. Það eru margar leiðir í lífinu Og hvis vi alle kryss skal tenke, hva er den beste veien?
Og ef við ættum við allar krossgötur að hugsa hver besta leiðin, da betyr hvert kryss et valg. að þá þýða allar krossgötur val, ákvörðun. Og derfor det viktig å velge de lange linjene først. Og þess vegna verðum við fyrst að ákveða hver langa, eða svona langa leiðin For da det mange veier som ikke aktuelle. Vegna þess að þá þurfum við ekkert að spá í mjög margar krossgötur. Jeg gjør et stort valg og sier ja til en stor ting. Ég tek eina stóra ákvörðun og segi já við einu stóru atriði. I dette ja finnes det hundrevis av nei. Og í þessu jái eru mörg hundruð nei. Og jeg sier et stort nei. Og þá segi ég eitt stórt nei. Og I dette finnes det hundrevis av ja. Og í þessu nei eru mörg hundruð já. Så når vi forstår hvem livet dreier seg om, Þannig að þegar við skiljum hvern lífið da snýst, blir livet meningsfyllt. að þá fær lífið merking og Og det tilgang. blir enklere å leve. Og það verður einfaldara Det að lifa. mange valg Það eru som blir mörgar enklere. ákvarðanir sem verða einfaldari. Og det betyr at jeg kan samle livet mitt, samle kreftene mine, samle ressursene mine inn mot dette. Og það þýðir það að ég get svona eins og safna lífi mínu saman og ég get afmarkað það að þessu stefnumiði. Når jeg var liten fikk vi ikke lov å leke med fyrstikker, tennstikker. Þegar ég var lítill þá máttum við ekki leika okkur með eldspýtur. Så vi lurte mor og far. Þannig að við plötuðum mamma og pappa. Vi kjøpte forstørrelsesglass. Við keyptum bara stækkunargler. Vi samlet lyset Og við söfnuðum ljósinu saman I ett punkt. á eitt punkt. Det punktet heter fokus. Og þessi punktur heitir fókus eða brennipunktur. Det betyr brennpunkt. Brennipunktur. Det at du samler alt det store Þar sem þú safnar öllu þessu stóra I ett punkt. á eitt punkt. Det betyr Það þýðir at når vi forstår hvem livet dreier seg om, að þegar við skiljum hvert lífið snýst, så kan vi forenkle og forsterke ved å fokusere livskreftene våre og si, I stedet for å gjøre alt, þá så getum gjør við, jeg mindre. þá getum við svona einfaldað og skert lífsorkuna eða kraftin, þannig að við gerum minna og þetta verður einfaldari að því að það skýrari fókus. Og det betyr at evigheten kan forberedes. Og þetta þýðir það að við getum undirbúið eilífðina í lífin okkar hér. Mange tenker nok at evigheten begynner når vi dør. Margir líta svo á að eilífðin byrji þegar við deyjum, Jeg tror at evigheten allerede har begynt. en eilífðin hefur þegar byrjað. Og døden ikke starten på evigheten. Og dauðin ekki upphaf eilífðarinnar. Det overgangen fra livet og gjennom døden og I fortsettelsen I det evige liv. Heldur það bara svona eins og yfirgangurinn eða overgang. Det betyr at jeg tror at vi må tenke vårt liv I lys av evighet. Þannig að við verðum að hugsa líf okkar í ljósi eilífðarinnar. Og tenke at det en sammenheng med det jeg og det jeg gjør på denne siden av døden. Og það samhengi á milli þess sem ég geri hérna megin gravarinnar Og det som skjer på andre siden av døden. og þess sem gerist eftir dauðan. Jeg tror at alt for mange for kortsiktige og tror at hele livet handler om det som skjer på denne siden av døden. Allt og margir eru of skamsýnir og halda lífi snúist aðeins það sem gerist hérna megin gravar. Men Bibelen sier En Biblían segir at vi alle en dag skal fram for Guds domstol. að við munum öll standa framme fyrir dómstóli Guðs einn dag Og jeg tror at vi skal holdes ansvarlige og við verðum gerð ábyrg for hva vi gjorde med Jesus Kristus fyrir því sem við gerðum við Jésu og hva vi gjorde med det livet og de ressursene han gav oss. og það líf og þær gjafir sem hann gaf okkur. En hellig Gud, Heilagur Guð tenker jeg, preger først og fremst det dypeste I mitt liv. Hvem dreier livet seg om? Heilaglegi Guðs, þetta hefur áhrif á það dýfsta í lífinu og hvað líf mitt snýst. Og ikke bare handler om fasade, Þetta snýst ekki bara yfirborð, men det handler om hjertet. heldur hjartað. Og kampen står om hjertet vårt. Og baráttan, Og hún Guds hjarta okkar. frelsesplan å få frelst oss fra egoisten, Og frelsunar áætlun Guðs að frelsa okkur frá egoismanum, fylt oss med sin kjærlighet ved den hellige ånd, sjálfshyggjunni og fylla okkur af kærleikanum og heilugum anda og satt oss inn I Guds plan. og setja okkur inn í sína áætlun. Jeg skal slutte med dette. Og ég ætla að ljúka með þessu.
Vi begynte med dette keramikkurset. Við byrjuðum að tala keramiknámskeiðið. Det gikk dårlig. Það gekk ekki vel. Det ble ikke så mye å gi til mor. Ég gat ekki gefið mömmu neitt mikið. Hun satt pris på veggkunsten. En hún kunni að meta vegglistina mína. Og jeg har kjent det mange ganger siden også. Og ég hef oft fundið þetta síðan. At det ikke ble som jeg håpet. At det ikke ble som jeg håpet. Að það varð ekki eins og ég hefði vonast eftir. At det ikke ble som jeg ville. Og ekki eins og ég hefði óskað mér. Derfor er jeg veldig takknemlig for at Bibelen sier. Og þess vegna ég svo þakkláttur fyrir það að Biblían segir At når det gikk galt, að þegar allt fór úrskeiðis, da forkastet han oss ikke, að þá varpaði hann okkur ekki frá sér, men da begynner han om igjen. heldur byrjaði verkið upp og nýtt. Og lovsangsteamet sang en av lovsangene i lovsangsteamet. Og einn af söngunum sem að Lofgjörðarhópurinn söng, Jesus at the center of my life. Jesus miðpunktur lífs míns. Du var med å synge det? Ja. Hva det jeg sang? Jesus, be the center of the church. Jesus, vertu miðpunktur kirkju þinnar. Jesus, be the center of my life. Jesus, vertu miðpunktur lífs míns. Jeg tenker denne lørdagskvelden en fantastisk kveld til å spørre seg selv. Þetta laugardagskvöld upplagt til þess að spyrja sjálfan sig. Hvem dreier livet mitt sammen? Hvert snýst líf mitt? Har det kommet ut av kurs? Ég búin að taka ranga stefnu? Det krefter som driver meg bort? Eru kraftar sem að draga mig burtu? Eller det kraft som driver meg inn? Það miðflótta afl sem dregur mig inn? Skal vi synge litt sammen? Skal vi be litt sammen? Skal vi reise oss? Við skulum standa upp og syngja saman og biðja saman. Lovsangsteamet komme. Biðja Lofgjörðarhópinn að koma upp. Og jeg tenker at det fint enten du sitter hjemme og ser på TV. Og það mjög gott að horfa á sjónvarp. At du kan stille deg dette spørsmålet. Og fyrir ykkur sem að horfa á sjónvarpið að spyrja ykkur að þessari spurningu. Hvem sentrum i livet mitt? Hvað það og hver það sem miðpunktur lífs mitt? Hvert snýst líf mitt? Og så kan du ha opplevd at det har gått galt. Og du kan. At det har gått galt. Og ef að þú upplifir að allt hafi farið úrskeiðis. Men da begynner Jesus om igjen. En þá byrjar Jesus upp á Kan du nýtt. gi ditt liv til Jesus? Ef þú gefur Jesu líf þitt, Og så kan du be Jesus om å sentrere livet ditt, sånn at du får et tydelig sentrum. að þá getur þú beðið Jesu að svona koma reglu á líf þitt þannig að það verði skýrt hver miðja lífsþins og miðpunktur. I Jesu navn. Í Jesu nafni. Amen. Amen. Veljum í nærveru Guðs og leyfum orði Guðs að tala til okkar, að þá boðið fram til fyrirbænar. Ef þú ert hérna í kvöld og þetta talaði til þín eða hvað sem það kann að vera, þá verðum við hérna inn í hliðarsalnum tilbúna að biðja með þér. Amen. Til þín kemur
Halleluja. Amen. Amen. Hver miðpunktur í þínu lífi? Góð spurning, nauðsynleg spurning að við skoðum og spyrjum okkur sjálf, rannsökum okkur sjálf. Hver miðpunkturinn í okkar lífi? Það Guð? Það hann sem að fær að ná tökum á líf okkar? Og við skulum fara með það heim. Egil hann talar aftur á morgun klukkan 11. Heldur áfram, tala heilaleika Guðs. En við svörum okkur sjálf og svörum því fram yfir Guði, fyrir okkar líf. Drottinn, þú miðpunkturinn. Og Drottinn blessi ykkur, styðji ykkur, styrki ykkur. Ég held að sé kaffi hér og eftir, þannig að getum farið niður og átt samfélag og notið þess að vera saman. Ljúka sangkomin hér í kvöld. Takk fyrir komuna, styrki ykkur öll og verið með okkur. Amen. Það komið að lokum þessara samkomu frá Fíladelfíu kvöld. Við þökkum þér fyrir að hafa fylgt okkur eftir. Egil Svartdal hefur verið gestur vormótsins og hann mun tala í fyrramálið klukkan 11. Við hvetjum þig til þess að koma í kirkjuna í Fíladelfíu að Hátúni 2. Nú ef þú átt ekki tök á því þá að sjálfsögðu fylgistu með annarkvort á filadelfia.is eða lindin. Og í minni á þennan boðskap hans, veist þú hver tilgangurinn með lífið þínu? Jesús hefur áætlun með þitt líf, leyfðu honum að leiða þig. Og ég ætla að enda með örstuttri bæn. Jesús, ég þakka þér fyrir alla þá sem hafa verið að fylgjast með okkur í kvöld og ég bið þig að koma inn í líf þeirra. Ég bið þig, Jesús, að leiða þá eftir þínu vilja og gefa að nöfnin þeirra með vera skráð í lífsins bók. Í Jesú nafni. Amen. Það snýst þetta, bæði lífið hér á jörð og þegar því lýkur, þá verður þú tilbúin til þess að mæta skapara þínum. Komdu í kirkju í fyrramáli klukkan 11. Takk í kvöld.